Hvers vegna þú á móti mögulegri inngöngu Íslands í Evrópusambandið? Það eru margar ástæður fyrir því, en mig langar að nefna þá að það sjaldnast góð hugmynd að safna mjög miklu valdi saman á einn stað. Það skynsamlegra að dreifa valdinu svo að þau mistök sem eru gerð, að þau dreifist, það sé ekki sömu mistök gerð allstaðar og mistökin séu bara gerð sumstaðar en ekki annar staðar. Þannig fáum við góðan samanburð svona í framrás lífsins og tímans og getum leiðrétt okkur. Hættan þegar miklu valdi safnað saman á einn stað svo að við höldum áfram á einhverju braut og gerum eitthvað vont og síðan fara fram umræður það sem byggjast ekkert á neinum upplýsingum almennilega það hvað gott og hvað slæmt og fólk getur ekki kosið með fótunum til þess að fara á milli landa ef að mjög illa fer til dæmis. Þannig að þetta almennt slæm hugmynd og ég til dæmis sammála því sem að Friedrich Hayek skrifaði í bókinni leiðinni til ánauðar, þar sem að hann rakti það hvernig það var stundum undanfari mjög alvarlegra atburða að safna mjög miklu valdi saman á einn stað og þá það þannig náttúrulega að það fólk gjarnan sækist í það vald sem að svona síst ætti að fara með það. Þannig að ég tel að minnsta kosti skárra að valdið sé í höndum einhverja sem eru nær fólkinu og þarf frekar að svona taka afleiðingum gjörða sinna, beint og óbeint. Þar fyrir utan Evrópusambandið mjög mikið bákn og það 90.000 blaðsíður af reglugerðum þar sem okkur öllum ætlað að fara eftir. Hvert og eitt okkar þarf ekki að þekkja allt saman en þetta allt of mikið. Lögin eiga að vera einföld þannig að fólk geti skilið þau og fólk geti lifað lífi sínu sem frjálsir borgarar án þess að þurfa að leita til lögfræðings áður en minnstu skref eru tekin. Og Evrópusambandið í þróun sem til meiri valda samþjöppunar og það bæði í efnahagsmálum og öðrum málum. Við sjáum vandinn sem að fylgir náttúrulega Evrópusambandinu dálítið það sem ég var að segja áðan, að þetta ein stór kommúna, eitt skal yfir alla ganga og kommúnur ganga helst í mjög litlum einingum eins og í lítilli fjölskyldu þar sem að maður og kona ganga í hjónaband og meira segja í næstum því helmingi þeirra tilvika slitnar upp úr. En í Evrópusambandinu erum við öll komin í eitt hjónaband og það leiðir til dæmis til þess í Evrópusambandinu að menn sjá í evrusamstarfinu að menn sjá enga aðra leið út úr vandræðunum en að þjappa valdinu meira saman og síðan eru sambærilegar hugmyndir til dæmis hernaðarsamstarf, þjappa valdinu meira saman og vera með Evrópuher og svo sem ekki leggja aðra herja af til að byrja með en þetta svona langtíma þróun sem að allir hvatar benda til að muni halda áfram og söguleg fordæmi benda til að verði áfram. Og þegar þetta gerist þá eru meiri líkur á átökum, mismunandi hagsmunir, mismunandi hópa sem að takast á og þannig að ég tel að það sé skynsamlegra að fólk hver og ein þjóð fá að ráða sínum málum sem mest sjálf. Það sagt að garður sé granna sættir og ég held að það gildi í málefnum Evrópu.